talað þrjá flokka skýjalausna og fyrsti svokallaður infrastructure as service sem í rauninni netþjónabúin sjálf, tölvurnar og afl þeirra og það til dæmis gagnaver Google og Amazon og svo eru íslenskir aðilar að byggja upp netþjónabú eins og Greencloud en þeir eru í rauninni bara þeir raða bara tölvunum saman og tryggja öryggi og afl og stöðuleika. En svo koma aðrir inn og það eru sem sagt númer 2, það platform as service og þá sem sagt þá leigi ég kannski sýndarvél inn í gagnaverinu og ég get þá kannski, ég get loggað mig inn á þetta og verið að vinna og geymt gögnin mín þarna og þá sem sagt ég búinn að þá ég kominn inn í skýin og ég að vinna í skýjunum en ég og dæmi þetta eins og Windows að nota Windows Azure þá getur maður bara leigt Windows Server í skýjunum og Google Apps að þessu líka. Google Apps dæmi platform as service og svo dæmi líka sem sagt þennan platform as service það til dæmis þegar þú ert að kaupa vefhýsingu út í heimi og þetta náttúrulega eitthvað alveg risastórt og öflugt en þetta kannski bara tölva sem bara leigð í einhverju skýi sem að þeir koma ekkert nálægt og kannski ekkert endilega í því landi sem hýsingaraðilinn Svo þriðja sem að við horfum mest á í skólastarfi og það software as service eða hugbúnaðurinn í skýjunum. Og það þegar við erum að vinna með fullbúna vörur sem að og í rauninni forritinn innan gæsalappa eða hugverkið, lausnin í skýjunum og það dæmi það eins og Google Docs og Gmail og líka Office 365 og dæmi eins og Office 365 að það svolítið skondið þegar maður setur upp hugbúnaðinn sem ég held að hann sé nálægt 500 megabætum sem hann hleðun í tölvuna en þegar maður búinn að hlaða niður kannski 20 megabætum eða eitthvað svoleiðis þá getur maður að fara að nota hugbúnaðinn en maður í rauninni að nota bara skýjalausnina sjálfa en restin af því sem maður sækir það þegar það allt komið þá getur maður aftengt tölvuna og farið að vinna við netið þar að segja. Svo eru kostirnir við skýjalausnir og ekkert endilega bara fyrir skóla en við náttúrulega erum skólafólk og þar kemur áreiðanleiki að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af tölvubilunum eða skort á kerfisstjórum sem oft vandamál. Við erum lítið á tölvukosti notandans og þetta hentar vel fyrir okkar frábæri tölvur í skólanum sem eru reyndar ekkert alltaf rosalega góðar. Maður hendir ekki tölvu þegar hún orðin 10 ára gömul eða eitthvað líka. Eða minnst endar oft þannig. Og það sem að spjaldtöluvæðing að verða dálítið sterk í skólastarfi, það hentar þetta mjög vel fyrir spjaldtöluvæðingu vegna þess að segjum sem dæmi Google Apps eða Office 365 að þú sækir eitt app en það skiptir í rauninni ekki máli hvort þú ert að vinna skjalið í spjaldtölvunni eða tölvunni eða Windows eða Linux eða Mac þá þú getur alltaf minnst í Windows og Apple þá getur alltaf haldið áfram að vinna í skjalinu. Byrjar í spjaldi eða byrjar í tölvu, svo yfir í spjaldi og heldur áfram. Oft þetta líka vinnur eitthvað í tölvunni og kynnir það í spjaldinu eða hvernig sem Þetta farið að flæða svo vel á milli. Við munum vel alveg hvernig þetta var ekkert fyrir svo löngu síðan. Að maður vann til dæmis skjal í Word, vistaði það sem .doc og það var gjörsamlega ómögulegt að vinna þetta í Apple-tölvu. Eða
hérna, ja, og náttúrulega Apple-menn voru að vinna sem sagt, í sínum hugbúnaði og það var mjög erfitt að senda þetta á milli vegna þess að menn gleymdu að vista þetta sem eitthvað, sem.doc eða docx. Þannig að þetta var svona, flæði var dálítið erfitt. Núna er þetta allt að leysast, finnst mér. Ef við tölum þessi skjöl. Og svo er líka að eins og með OpenOffice og svona, það var rosalega erfitt að fá til dæmis skjal sem að var í OpenOffice vegna þess að það var ekkert búið að setja kannski þann hugbúnað í allar tölvur. En eins og ég talaði með Google Docs, eða Google Apps eða, það var Docs í því tilfelli, að maður getur bara unnið í þessu hvað sem maður er, í hvaða tölvu sem er. Ef ég þarf að færa mig eina tölvu þá skiptir það engu máli. Ég bara logga mig inn og held bara áfram að vinna. Þannig að því leyti er þetta rosalega þægilegt fyrir skóla. Og það eru litlar sem engar uppfærslur. Það eina sem við í rauninni þurfum að passa upp á er að uppfæra appin okkar, sem eru þá oftast bara öryggisböggar eða svona þess áttar. Eða þá kannski að uppfæra vafran okkar í tölvunum. Við þurfum hvort þeir alltaf að gera það. Það er svona, bara skiptir svo miklu máli upp á öryggi. Og ef við gerum það, þá eru allir vegir færir. Og svo er þetta óháð staðsetningu eins og ég nefndi áðan. Skiptir ekki máli, ég get alveg skoða skjölin mín í símanum eða í tölvu. Og þá skiptir ekki máli í hvers konar tölvu. Ókostir skýjalausna. Þá kemur strax að þetta er náttúrulega skýjalaust. Þetta byggir á reiknigetu skýjana sjálfra. Og þær eru háðar aðgangi að internetinu. Og ef að neti klikkar, þá náttúrulega er maður ansi berskjaldaður. Þær verða, eins og ég segi, þær verða gagnslausar ef ekki næst til þeirra, lausnirnar. Svo er líka talað það að það getur verið erfitt að snúa við. Ef ég til dæmis ákveð að fara í ský eða sem sagt að nýta skýjalausn, þá skiptir ekki máli hvort það er Windows skýjalausn eða Google Apps. Þegar ég er búinn að vera í einhvern tíma í þessari lausn, þá getur verið svolítið erfitt að bakka út úr þessu. Það sem skiptir máli að vanda valið. Minnstakosti ef á að kosta miklu til. Svo er aukin gagnanotkun og umfram gagnamagn er náttúrulega kostnaðarauki fyrir flestar stofnanir. Og þetta krefst öflugra þráðlausn nets í skólanum og jafnvel bara öflugra nets yfir höfuð. Og meiri bandvít, þannig að, sem er náttúrulega partur af auknu öflugra neti. Og þetta getur verið kostnaðarauki. En þetta er náttúrulega líka kostur fyrir skólan að slökkva eða sem sagt að loka á þessa skugga á þráðlausa neti og svona til þess að maður geti líka bara notað fartölurnar og spjöldin alls staðar. Þetta er partur á spjaldtöluvæðingu er líka þessi að laga þráðlausa neti. En þetta er náttúrulega aukin, þetta er galli, má segja, eða ókostur. Náttúrulega besta ég meina öruggast er kannski að vera bara tölvunni ótengdir einhvers staðar. En svo náttúrulega með auknu aðgengi gagna er auðveldara að komast yfir skjöl. Og náttúrulega veikasti hlekkurinn er alltaf minnsta öryggi. Og ef maður talar gögn, þá náttúrulega, sem sagt, ef að til dæmis starfsmaður er með lélegt lykilorð, þá náttúrulega er hann veikasti hlekkurinn. Eða þá með vírus og með keylogger í tölvunni sem er að lesa allar upplýsingarna sem hann skrifar, þá náttúrulega er það öryggisgalli. Náttúrulega öruggast er náttúrulega að það sé bara ekkert net.
En Hans, já, má ég spyrja eina spurningu? já. Svona rétt snöggvast, hefur þú eitthvað orðið var við það að notkun skýjalausna hafi falið í sér mikinn kostnaðarauka? Til dæmis í skólanum hjá ykkur? Nei, það hefur, sko, ég meina, eins og þegar við fluttum okkur yfir í Live Edu sem var ókeypislaust hérna frá Microsoft, það reyndar bara tölvupóstur fyrir nemendur, þannig að við þarna fórum út af meðal annars af þeirri ástæðu að kennarar áttu náttúrulega að greiða fyrir sig. En það, ég meina sko, eins og ég segi, það er ókeypis, uppsetningin og flutningur á tölvupóstunum, það var kannski sko vinnað upp á 100.000 krónur. Og síðan bara búið, þá var það bara komið. Og eins þegar við fórum yfir í Google Apps, þá var eini kostnaðaraukinn, það var kannski aukin gagnanotkun í 1 mánuð þegar við vorum að flytja tölvupóstinn frá þarna, einu skýi yfir í annað. Og svo þetta svona örlitlar stillingar. Þú þarft að senda þjónustuaðilanum upplýsingar sko, að pósturinn eigi að fara að þanga og svo framvegis. Þetta ekki mikill kostnaður. En nú var talað allavega töluðu sumir á tímabili til dæmis að þeir voru smeykir við að nota YouTube einhverju leyti vegna þess að það var svo mikið gagnamagn og allt náttúrulega erlent niðurhal og nú búið að breyta gjaldskrám hjá mörgum, þannig að það ekki gerður greinarmunur á erlendu eða innlendu niðurhali og þetta kannski hefur ekki mikið að segja fyrir skólana sem slíka en kannski nemendur heima. Hefur eitthvað heyrt það, einhverjar kvartanir að það að nota einhverjar skýjalausnir sé eiginlega bara að auka kostnað heimilanna varðandi nám? Ég hef ekkert heyrt það. Nei. En það held ég að Facebook sé nú eitt stærsti liðurinn í þessum sjálfvirku vídeóum sem fara í gang þegar maður skrollar sko. Ég held að það sé töluvert meira gagnamagn sem fer í gegnum svoleiðis heldur en til dæmis að vinna á Google Docs eða Drive. Já. En ég hef ekki heyrt neinar kvartanir undan þessu og ég spurði einmitt sérstaklega þetta núna bara fyrir svona hálfum mánuði síðan hérna í skólanum. Bara óskaði eftir að fá upplýsingar hvort það hefði orðið kostnaðarauki til dæmis í október þegar við fluttum allan tölvupóst skólans yfir í, sem sagt, við hlóðum hann niður og svo upp aftur. Þetta var svona smá púsluspil, en það kom ekki fram á reikningunum. Sko. Yeah. Og þetta aukna, ég meina, við takmörkum ekki til dæmis í YouTube sko hér og krakkar hafa aðgang að tölvuverum hérna í frímínútunum og það ekki að hafa áhrif sko. En þetta misjafnt eftir skólum og ég veit til dæmis að fyrir nokkrum árum síðan voru skólar á Akureyri í miklum vandræðum og bara miklum erfiðleikum með gagnamagn. Að þeir voru svo strangir þjónustuaðilarnir eða þeir fóru yfir x mörg gigabæta á mánuði og fengu þeir bara feita reikninga. Eru einhverjir þáttakendur með spurningar? Endilega hvetja ykkur ef þið eru með spurningar að slá þær bara inn í chatgluggann niðri hægra megin og við reynum að taka spurningum eins og við getum. Já. Ég held bara áfram til að koma spurningar. Já, að gera. Það flott. Ég sé að María þetta hefur lagast hjá henni eftir hún endurræsti tölvuna. Það ein spurning frá Ágústi Tómasinni öryggismálin. Já, hvað að frétta? Það náttúrulega sko, öryggismálin náttúrulega bara eitthvað sem maður þarf alltaf að passa og eitt af stóru öryggismálunum að starfsfólk og notendur kerfa að þeir þurfa náttúrulega
passa upp á lykilorðin, númer 1, 2 og 3. Og ef að lykilorðin eru örugg þá getur maður verið sæmilega öruggur með gögnin. Svo líka það að eins og núna daginn sem ég var reyndar mjög ánægður að sjá, þá var einn kennari hérna í skólanum, ég fékk tölvupóst sem kerfisstjóri, fékk tölvupóst að hún hefði verið innskráð í Rúmeníu og ég náttúrulega bara loka fyrir kennarann, eða semst inn á tölvupóstin og beðið hann að breyta lykilorðunum sínum. Þá hefur eitthvað, líklega bara í heimatölvunni hennar, einhvern veginn, einhver gruflað upp lykilorðið. Og þetta náttúrulega vandamál sem maður þarf alltaf að passa, en minnstakosti þá kom melding og ég gat slökkt á þessum notanda strax. Og ég meina, ég svo sem, maður er svolítið berskjaldaður líka bara í Windows umhverfi eins og hér. Þú veist, hvenær er verið að brjótast inn á kerfið? Ég veit á minnstakosti að það er verið að fylgjast með þessu ef það sé verið að logga sig inn í Rúmeníu og Íslandi á sama tíma. En hérna eru einhverjar spurningar. Það er erfitt að snúa við. Það sem ég er að meina er kannski, segjum til dæmis í Google Apps eða nefnum bara Google Apps og ég er búinn að vera þarna í kannski nokkur ár og á alveg fullt af skjölum í Google Apps. Þau eru náttúrulega í sínu sniði. Ég get hlaðið þeim niður sem Word-skjölum og breytt þeim, en ég ef á að slökkva þjónustunni, ég ætla að hætta og ég ætla að fara yfir í Office 365, þá náttúrulega mun taka dálítið mikið vesen að svissa yfir. Og eins ef að það er ákveðið að fara til dæmis, ég segjum bara að það sé ákveðið að flytja hýsingu í ský hjá Advania eða einhverjum fyrirtækjum sem að ég hef ekkert út að setja, bara frábær fyrirtæki, og þeir eru búið að vera í nokkur ár, þá er maður orðinn svo gróinn, þá er stofnunin orðinn svo gróinn við kerfið og lausnina, að því leyti getur verið erfitt að snúa tilbaka. Það var það sem ég meinti með erfitt að snúa við. Það er alltaf erfitt að snúa við þegar maður tekur upp á einhverju og nýtir þetta alveg 100%. Og Hjálmar, nei, maður greiðir engin, Google Apps for Education, ef þú ert með fyrirtæki og ferð inn í Google Apps, þá ertu að borga mánaðargjald per notanda. En fyrir skóla eru engin gjöld. Það kostar ekki neitt. En þá ætla ég að byrja á Google Apps og þetta er dæmi þennan lið númer 2 sem ég nefndi áður. Þetta er Platform as Service. Þetta er í rauninni stýrikerfi á netinu þar sem hægt að þróa og hanna lausnir. Og sem dæmi lausnir inn í þessu eru að Khan Academy er þróað í gegnum Google Apps stýrikerfi, eða Google Apps lausnina. Og þetta er bara, ég meina, ég get verið að hanna eða forrit fyrir Windows stýrikerfi eða Apple stýrikerfi eða Linux lausn einhverja, en ég get líka þróað inn í þessu Google Apps umhverfi og sú lausn er þá bara netlausn. Og þær eru náttúrulega allar, þetta eru veflausnir og eru hýstar þá í skíunum. Þetta er ekki forrit sem ég hleði niður og vinn svo eitthvað meira með. En Google Apps for Education, eins og ég nefndi, þetta er í rauninni bara svona eins og að vera með Windows server hérna í skólanum og nema hann er geymdur í skíunum. Ég logga mig inn sem admin og ég stofna notendur. Og það fer allt fram í gegnum heimasíðu. Og þegar ég er búinn að stofna notendur, þá fer ég að stofna hópa eins og bekki og svona. Og ég get þetta býður upp á fjölda möguleika sem leysa af hólmi Microsoft Office. Og það skiptir ekki máli í hvaða stýrikerfi maður er að vinna. Mjög litlu máli, skulum við segja. Og ég þarf ekki að uppfæra, uppfærslurnar koma sjálfkrafa og ég er nú aldeilis lent í því reyndar. Sem dæmi þá var ég að kenna á
sem sagt á glærukynningar, að nota glærukynningar í þarna Google Apps. Og ég lenti í því einhvern tímann að ég var búinn að undirbúa kennslu. Svo þegar kennslan þarna, þegar ég ætlaði að byrja og svona ætlaði að fara að sýna þeim, þá bara leit þetta allt öðruvísi út. Þá var þetta búið að, þá bara hafði komið ný útgáfa af glærukynningunum. Þetta var enda miklu flottara og miklu meiri möguleikar, en það hefði svo sem verið gott fyrir mig að sjá þetta áður. Ég get reyndar sem kerfisstjóri í Google Apps, ég get stjórnað því hvort að ég ákveði hvenær uppfærslurnar koma eða ekki. En ég óttast að ég fari að slugsa og ég vil að allar uppfærslur komi strax. Þannig að þó þetta hefði verið óþægilegt, þá fannst mér þetta frábært. Það var svo mikið sem lagaðist við. En ég hef stjórnina, aðgangurinn er stýranlegur. Ég get til dæmis ákveðið að miðstig hafi ekki aðgang að docs eða töflureikni eða forms. Og ég get, og það er bara hnappur sem maður færi bara til. Þannig að ég get svona aðgangsstýrt og kennarar hafa kannski, eins og þeir náttúrulega hafa aðgang að Google Classroom sem kennarar. En það er ekki opið fyrir það sem nemendur. Og inn í þessu er ótakmarkað gagnapláss. Og það kom núna bara eftir áramót, minnir að það hafi verið eftir áramót, eða í lok 2014. Að áður var þetta 25 GB gagnapláss á hvern einstakling. Núna er eina takmarkið fyrir gagnamagni að hvert skjal má ekki verða stærra en 5 TB. En ég hef aldrei séð svona stórt skjal, þannig að ég óttast ekki að það verði vandamál í Hrafnagilsskólanum. Og svo er þetta ókeypis fyrir skóla. Og það finnst mér magna.